demba okkur í versvikunar. Ég gleymdi að breyta titlinum, en ég gleymdi að láta inn versin, þannig að við skulum bara lesa versvikunar sem hér. Þannig að þetta er 1. Korinthubréf, 3. kafli, 10. vers til 23. vers, ef þið eru með síma eða biblíur, ef þið eru analog fólk með biblíur á blaði, þá getið þið flett, og ef þið eru með síma, þá getið þið farið í 1. Korinthubréf, 3. kafla, vers 10 til 23. Og hér stendur: Eftir þeirri náð sem Guð hefur veitt mér, hef ég eins og vitur húsmeistari lagt grundvöll annar byggir ofan á, en sérhver athugi hvernig hann byggir. Annan grundvöll getur enginn lagt þann sem lagður sem Jesús Kristur. En ef einhver byggir ofan á grundvölli gull, silfur, dýrasteina, tré, hey eða hálm, þá mun verk hvers sig verða augljóst. Dagurinn mun leiða það í ljós. Af því að hann opinberast með eldi, og eldurinn mun prófa hvílík verk hvers og eins Ef nú verk einhvers fær staðist, það hann byggi ofan á, mun hann taka laun. Ef verk einhvers brennur upp, mun hann bíða tjón, sjálfur mun hann frelsaður verða, en þó eins og úr eldi. Vitið þér eigi að þér eru musteri Guðs, og að andi Guðs býr í ykkur. Ef nokkur eyðir musteri Guðs, mun Guð eyða honum, því að musteri Guðs heilagt, og þér eru það musteri. Enginn dragi sjálfan sig á tálar. Ef nokkur þykist vitur með ykkar á meðal í þessum heimi, verði hann fyrst heimskur til þess að hann verði vitur. Því að speki þessa heims heimska hjá Guði. Ritað hann sá sem grípur hina vitru í slag þeirra. Og aftur, Drottinn þekkir hugsanir vitringanna, að þær eru hégómlegar. Fyrir því stærir enginn sig af mönnum, því að allt ykkar. Hvort heldur Páll, Apollos eða Kefas, heimurinn, líf eða dauði, hið yfirstandandi eða hið komandi, allt ykkar, en þér eru Krist og Kristur Guðs. Þannig að ef þið að koma í fyrsta skipti, þá erum við kirkja sem fer í rauninni bara í gegnum Biblíuna, þannig að þú veist alltaf hvað við erum að tala næst, og það eru bara versin sem fylgja þeim versum sem við erum að díla við í dag. Og í seinustu viku þá var það Kolby sem predikaði fyrir okkur frá 1. Korinthubréfi, 3. kafla, gerði þarna fyrstu versin 1-9. Og í seinustu viku þá vorum við að tala þetta. Í ljósi dýrðar Guðs ekkert hér inni, engin leikmaður í okkar kirkju. Að það engin svona eins og við vorum að heyra frá Brian O'Day, það engin leikmaður eins og Josh og Ashley. Að núna þegar Josh og Ashley eru farin til Japan, þá hættir kirkjan að geta starfað. Heldur vorum að minnast þess í sínustu viku að það einn leikmaður, og það Jesús Kristur. Það hann sem byggir upp sína kirkju, og þannig Nonni, þótt hann sé skemmtilegur og æðislegur, ekki leikmaður. Þannig að ef hann þarf að fara, eða til dæmis Raggi sem núna í sumarfríi, eða hver sem það það kannski fólk sem við elskum, og við erum ótrúlega þakklátt fyrir að það sé meðlimir í þessari kirkju og hjálpa að byggja þessa kirkju. En þá vorum við að minnast þess í seinustu viku að það engin leikmaður. Það engin ómissandi, þannig sé, að kirkjan geti ekki haldið áfram að starfa á þess að hafa einhvern sérstakan aðila þar í hópi. Og kirkjan sem predikar fagnaðarerindið ekki í því að búa til predikara sem eru stjörnur, heldur í því að predika þann sem stjarna okkar, sem Jesús Kristur. Og það það sem við vorum að tala um í seinustu viku, að predika Jesú Krist, ekki sjálfhjálparatriði eða hvernig við getum verið betri eiginmenn í 5 skrefum eða hvað sem það heldur, ef við ætlum að vera betri eiginmenn, þá það út af fyrst og fremst við horfum til Krists sem fyrirdæmi okkar og fordæmi, og frá og með því þá breytum við lífum okkar og verum betri í því sem við gerum. Þannig að við heyrðum muninn á því í seinustu viku að vera holdlegur og andlegur og líkamlegur. Ef þú kristinn hér inni, þá ert ekki holdleg manneskja, það að segja að líf þitt snýst ekki að leitast eftir því sem hold þitt vill, heldur erum við andlegar manneskjur. Ef þú ert kristinn, þá markmið okkar að vera andlegar manneskjur, að hver og eina ákvörðun sem við tökum í þessu lífi út af því að Jesús Kristur miðpunktur okkar lífs, og frá og með hvað hann hefur gert fyrir okkur, hvernig hann hefur elskað og fyrirgefið og annað eins, að þá tökum við ákvörðunum okkar út frá því. Að þá leitust við í öllu okkar lífi að gera hann dýrlegan. En því miður þá voru versin að díla við í seinustu viku að það eru margir kristnir, en eru þó ennþá svolítið líkamlegir í hugsun. Að þeir eru kristnir, en samt ennþá að mótast eftir visku heimsins frekar en visku og speki Guðs sem að heimurinn oft horfir niður á og jafnvel hlærað.
Og raun snýrist öll vikan seinustu vika að leggja áherslu á að boðskapurinn það sem fær athyglina frekar en sá sem boðar boðskapinn. Að við fögnum ekki mér fyrir það að tala það sem Guðs orð segir hér í dag. Við fögnum það sem Guðs orð talar sem Jesús Kristur. Og jafnvel ef við fáum góða leiðtoga eða góða menn sem geta talað vel, að þá minnumst við þess að kirkjur okkar byggjast ekki á stjörnupredikurum, heldur frekar á þeirri stjörnu sem predikanir tala sem Jesús Kristur. Þannig að við leitumst eftir hæfum mönnum í þessari kirkju til þess að kenna, en þá byggjum við ekki grundvöll okkar á persónuleikum manna frekar en því sem þeir tala Og það sem við erum að tala í dag það sem við höldum áfram að tala og það sem Biblían talar sem Jesús Kristur. Þannig að þegar við horfum á versin okkar í dag og spyrjum okkur hvað getum við lært. Þetta skrifað fyrir 2000 árum til grískt fólks. Hvað getum við lært þetta af þessum versum 2000 árum seinna í íslensku samfélagi? Hvert þema versana okkar í dag? Og ég held að það sé að finna í versi 10, seinni hlutunum á versi 10, þá segir: sér hver athugi hvernig hann byggir. Þannig að þemað sem við erum að tala í dag og það sem öll predikunin snýst hvernig við byggjum. Og allt sem fylgir Páll að vara við hvernig við byggjum. Hann ekki að segja hvað við byggjum, heldur hvernig við byggjum, sem gefur okkur auga leið að hann sé að tala við kristna. Eins og mörg þau vers sem að kristnir nota til þess að lemja heiminn, löðrunga heiminn, segja hagið ykkur meira eins og kristnir, að þá getum við oft hort á hvar þetta vers að finna, að þá það, Páll að skrifa til kirkjunar. Þannig að oft þá eigum við það til kannski að vera mjög duglega að taka vers sem skrifað til kirkjunar í Korintu eða kirkjunar í Róm og nota það sem vers til að segja heiminum fyrir utan að haga sér eins og við, frekar en að segja, hvað í þessu versi sem að ég þarf að breytast? Hvað í þessu versi sem kirkjan þarf að tileinka sér og ummyndast samkvæmt? Þannig að hann að leggja hana vers fyrir kristið fólk og hann að segja þeim hvernig á að byggja, og við sjáum það til dæmis í versi 11. Hér segir hann: annan grundvöll getur enginn lagt þann sem lagður Jesús Kristur. Nú ég veit ekki með ykkur ef að þeir kannski ólist upp í trúnni og þeir hafa ekki farið langt út fyrir trúna, en þá man ég hluta mínu lífi þar sem að grundvöllur minn var ekki Jesús Kristur. Og ef þú pælir í því, það er mikið af öðrum stofnunum og trúarbrögðum og hugmyndafræðum sem að við getum búið til sem hefur ekkert með Jesús Krist að gera. Þannig að það er hægt að gera eitthvað í þessum heimi sem byggist ekki á Jesús Krist. Það er hægt að byggja hluti og stofnanir og hugsanir á öðrum grunni en Jesús Kristi. En þannig að gefa til kynna að hann að tala við kristna. Hann áttar sig á því að þú getur látið líf þitt snúast eitthvað annað, en hann að segja að ef þú ætlar að vera kristinn, ef þú ætlar að byggja lifandi trú, ef þú ætlar að byggja lifandi og raunverulega kirkju, ef þú ætlar að vera andleg manneskja, ef að þema lífs okkar á að vera Guðstýrð, að þá getum við ekki byggt á öðrum grundvelli en þann sem hann búinn að leggja, sem Jesús Kristur. En eftir að hann nefnir á hverju við byggjum, þá snýst samræðan ekki lengur hvað við byggjum eða á hverju, heldur hvernig. Þannig að það sem hann að tala við Korintumenn að byggja lifandi og raunverulega kirkju, sem mjög gott fyrir okkur í dag, þar sem við erum að vera 3 ára í þessum mánuði kirkja, og við erum að reyna að leggja grundvöll að heilbrigðri kirkju, og þetta er mjög góð vers fyrir okkur til að sittast niður og íhuga hvernig byggjum við lifandi og raunverulega kirkju. Hvað þýðir það og hvað kostar það? Það skiptir ekki máli hvað þú ætlar að byggja, ef þú veist ekki hvernig þú ætlar að byggja það, að þá ertu ekki að fara að gera neitt. Eins og ég man einhver eftir þessum hræðilega tíma þar sem að þið fóruð í, hvenær byrjar unglingadeildin? Er það 7. eða 8. bekkur? Man einhver? Það er ekki 8. bekkur. Þannig að 8. bekkur, þá tekur þetta stóra skref og þú allt í einu horfir á þig sem fullorðinn einstakling, jafnvel. Þú ert orðinn unglingur, þú ert komin í unglingadeildina. Og það gerðist eitt hræðilegt þegar ég fór í unglingadeildina í grunnskóla. Það var ný kennsla sem ég þurfti að taka þátt í, sem var viðbjóðslegu tími sem heit textílmennt. Ef ykkur veit hvað það er, og kannski fyrir öðrum það bara uppáhaldstíminn ykkar. En fyrir mér var það algjörlega hræðilegt. Það var verið að kenna okkur að sauma og prjóna, sem að ég hefði engan áhuga á að læra. Mér langaði að vera að spila tölvuleiki,
og mér langaði bara að spila tölvuleiki. Það var eina sem ég langaði að gera. En þau héldu til dæmis að þau ætlaðu að reyna svona að fá mig til þess að fíla tímann og ákveðu þá að reyna að fá mig til þess að líka við tímann með því að leyfa mér að velja hvað verkefni mitt væri. Þetta er svo bara velja á milli hvers konar þjáningu ég myndi fá að upplifa. En loks þá valdi ég eitt af þeim einföldustu verkefnum sem var að prjóna hanska. Prjóna hanska bara, ég gæti setið hérna og ég gæti spjallað og eiginlega ekkert prjónað, ég gæti eiginlega bara spjallað. Og í lok 10. bekkjar þá var ég ennþá að prjóna þessu sömu hanska. Þannig ég var búin að vera í 3 ár að prjóna hanska og þegar ég var að útskrifast úr grunnskólanum þá var textílmentkennarinn minn sem tók það fram að heyrðu, mér sýnist þú ekki vera að ná þessu, þú ert búin með eina hlið af einum hanska, ef við ekki bara breyta þessu í bolta. Þannig að við endum með því að taka hliðina, lokinni og láta svona eitthvað dót inn í hana, þannig ég gerði bolta á 3 árum úr prjónu. Þannig að allt þetta til þess að útskýra að hvað við byggjum skiptir engu máli ef við vitum ekki hvernig við erum að byggja. Við getum sagt, við ætlum að byggja heilbrigða kirkju. Allir geta klappað fyrir því, þetta hljómar ótrúlega vel, en hvernig í ósköpunum byggjum við heilbrigða kirkju? Hvað þýðir það að vera heilbrigð kirkja? Og til dæmis með í textílmennt, ég vissi hvað ég var að fara að gera, ég var að fara að gera hanska. Og ég var með nóga tíma, ég var með 3 ár til þess að búa til hanska og prjóna hanska sem að fólk geti gert fyrir frá sjónvarpið að vera 1 viku eða eitthvað svoleiðis. Og ég var með hvernig ég átti að gera það. Það voru kennarar til staðar til þess að segja mér hvernig ég átti að gera það, en ég vildi ekki hlusta á hvernig ég átti að gera það. Og ég hafði reyndar bara engan á að gera hanska yfir höfuð eða verið í þessum tíma. Þannig ég veit ekki hvernig ég útskrifaðist úr þessum tíma, en einhvern veginn náði ég að komast í gegnum 3 ár án þess að gera neitt. En það sem við erum að lesa í dag er hvernig. Við getum öll klappað yfir því að við ætlum að búa til heilbrigða kirkju. Það sem mjög fáir kristnir einstaklingar sem að segja, nei, mér líst ekkert á það. En hvernig og hvað mun að kosta og hvað þýðir það? Og í versi 12 þegar nefnt er byggingarefnin, þá er ekki nefnt vinsælu byggingarefnin á þeim tíma sem var leir og steinn. Það er ekki nefnt þessi basic byggingarefni hvernig flest allir byggðu sín hús. Það eru 2 konar byggingarefni. Það er ótrúlega dýr byggingarefni sem var eiginlega aldrei notað sem byggingarefni frekar en skraut, og hann segir dýrt gull, silfur og tekur það sérstaklega fram dýra steina, ekki steina, þetta er bara dýra steina. Og í öðru lagi er annar flokkur sem er eiginlega rusl, sem þú getur labbað hérna út og þú getur fundið tré, hey og hálm. Þannig að Páll, hann notar ekki sömu taktík og margir sem gera þegar til dæmis sjónvarpspredikarar eða margir sem eru einhvern veginn að reyna að selja trúna oft, þá gera það lítið úr kostnaðinum. Komdu, gerðist kristinn, ef þú gefur bara x mikið af pening þá verður líf þitt æðislegt og engar þjáningar eiga sér stað og hvað annað, en við vitum að það sem að Biblían lofar okkur er ekki þjáningalaust líf eða erfiðalaust líf. En því miður eru margir sem að gera lítið úr kostnaðinum og meðan Jesús Kristur gerði það ekki. Hann segir, hvers konar byggingameistari væri það að hefja að byggja turn en vissi ekki hvað það myndi kosta, vissi ekki hvað hann þyrfti til þess að byggja þann turn. Hann hvetur fólk til þess að segja, áður en að þú gerir lærisveinn minn, áttaðu þig á því að þú ert að afneita sjálf þér, taka upp þinn kross og deyja til þess að fylgja mér og vera minn lærisveinn. Þannig að á meðan Jesús segir það hér á einni hliðinni, taktu saman kostnaðinn, áttaðu þig á því hvað það kostar að fylgja mér, þá eru margir í dag því miður að gera lítið úr kostnaðinum. Og því gera í rauninni lítið úr Kristi með því að segja að hann sé raunverulega ekki þess virði að fylgja honum eða það kostar of mikið. En það sem við sjáum hér er að Páll notar ekki þá taktík. Hann gerir ekki lítið úr kostnaðum þess að vera meðlimur í lifandi kirkju. Hann áttar sig á því að það kostar mikið að byggja upp eitthvað sem er mikils virði. Og rétt eins og veiðimaður sem gerist góður veiðimaður fyrir erfiði, kostnað og einbeitingu, að þá minnir Páll kirkjuleiðtoga Korintu á að uppbygging heilbrigðrar kirkju mun kosta erfiði, tíma og einbeitingu. Og hann minnir þá á að efni þeirra mun kosta og vera dýrmætt, en einnig vinna þeirra vera pröfuð. Þannig að hann er að minna okkur á að einn daginn þá stöndum við fyrir framan Guð og hann mun reyna hver verk okkar eru á þessari jörð. Við segjum að þema okkar lífs sé solidi og gloría, Guði einn sé dýrðin. En á þeim degi verður verk okkar pröfuð
Ekki bara orð okkar sem við segjum samt að gera, heldur það sem við raunverulega gerðum. Dagurinn mun leiða það í ljós, stendur hér. Og hann byrjar að tala um dómsdag. Þegar að tala um daginn, þá er verið að tala um dómsdag. Og hann minnir þá kirkjuleiðtoga sem halda áfram að byggja eftir sig, það er að segja Páll, að þú munt svara saka frammi fyrir Guði og verk þín munu vera reynd. En dómurinn sem hann er ekki að tala um er augljóslega ekki himnaríki eða helvíti, heldur frekar að þú ert kristinn, þú ert Krists, en málið er að hversu mikið af líðinni snerist um Krist. Þess að við sjáum í versi 15, þar sem hann segir, en brenni það upp, mun hann bíða tjón, sjálfur mun hann komast af, en þó eins og eldi. Þannig að við sjáum að í versi 15, hann er ekki að tala um eilíðan dóm milli himnaríkis eða helvítis, hann er að tala um dóm fyrir verk þín. Að þegar þú stendur fram fyrir Guð, mun hann geta séð að þú varst raunverulega að byggja hans ríki upp eða þitt ríki. En ég tala mikið að þessi vers snúist að byggja kirkjuna upp, og ef þú ert eins og ég, þá er ég oft svolítið mjög efasemdur. Ég hef búin að brenna mjög oft á kennurum, þannig að ég efast oft hvað þeir eru að segja. Sérstaklega ef það er eitthvað upprunalega hugmyndir sem þeir byrja að byggja út frá. Og kannski ert þú búin að pæla, ertu ekki að koma með þína eigin skoðun svolítið á textan? Hvernig veistu að hann sé að tala um kirkju Krist? Hvernig veistu að Páll sé að tala hér um að byggja lifandi kirkju? Og ástæðan fyrir því er í versi 16 og 17. Hann talar um musteri, að byggja musteri Guðs, og hann segir að musteri Guðs séu þið. Þið. Og mér finnst það æðislegt út af því að hann er ekki bara að segja að kirkjan sé fólkið, þannig að þetta húsnæði er ekki kirkja. Það sem er kirkja er fólki sem er komið saman í þessu húsnæði. Rétt eins og þú getur hort á heimili og stofu og þú getur sagt að þetta er stofa, þú getur ekki sagt að þetta er fjölskylda. Það er fjölskylda sem hittist stundum í þessari stofu, en stofan er ekki fjölskyldan. Þannig er kirkjan, byggingin getur staðið hér og enginn getur hist. Og ef enginn kirkja hittist í þessari byggingu, þá er þetta bara bygging. Það var ekkert heilagt við þessa steina eða steypu eða þessa bekki, heldur hvaða fólk er komið saman sem gerir kirkju Krist. Þannig að hann segir, þið eru musteri Guðs. Og aðtíð, hann notar fleirtölu, þið, ekki þú. Það er merkilegt að búa í samfélagi í dag þar sem við reynum að einkavæða trú okkar og gera hana persónulega frekar en sameiginlega eða samfélagslega. Maður heyrir oft fólk tala um að ég ábyrgði mína eigin persónulega trú, ég tilheyri ekki í kirkju og mér langar ekkert að tilheyra kirkju, ég les Biblíuna heima hjá mér og annað eins, en þegar við lesum Biblíuna þá nánast öll versin sem þú lest er skrifað til líðs Guðs. Og þegar það er skrifað til einstaklinga eins og Tímóteus eða Fílimon eða hvað er það, Títusabréf eða hvað sem það er, þá er það oftast hvernig á að byggja upp líf Guðs. Öll Biblían talar samfélagslega trú, sameiginlega trú, frekar en einkavædda trú, þar sem að þú færð að vera heima hjá þér. Það er alltaf verið að hvetja okkur til þess að vera hluti af Guðs líf. Og ef það er til einstaklinga, þá er það til þess að þeir geta uppur á líðin eða leitt hann betur. Þannig að kirkjan er sem sagt musteri Guðs, og hvernig er kirkjan byggð upp? Ekki með steinum eða leir, heldur einstaklingum, okkur. Þú ert meðlum í þessari kirkju, þá er það kirkjan ert þú. Við erum kirkjan. Kirkju Kristi eru ekki staðsetningar eða byggingar eða stofnanir eða kennitala á skrá hjá ríkinu, heldur hvaða einstaklingar eru komnir saman. Og kirkjan er þar sem Guð tekur ólíkar og brotið fólk frá mismunandi menningum, tungumálum, áhugamálum, menntun, vinnuaðstöðum eða fjárhagsaðstöðum og húðlitum, og hann gerir mósaík úr litlum brotum, gerir saman mynd þar sem að hann er dýrlegur uppi á hafið. Mér finnst svo æðislegt stundum að horfa yfir og sjá hverjir eru mættir hérna og hugsa í hvaða öðrum aðstæðum væri þetta fólk mætt á svæðið. Er einhver áhugamál sem getur breyja okkur saman? Við erum frá mismunandi löndum og tungumálum og allt öðrum menningum, allt öðrum vinnuaðstöðum eða fjárhagsaðstöðum eða menntun. Það er svo fallegt við fagnaðarendi að það reynir ekki að gera alla eins. Heldur í því hversu öðruvísi við erum, þá er fegur fagnaðarendis sýnt. Að fagnaðarendið talar hærra heldur en menningar okkar eða áhugamál.
Fagnaðarerindið mikilvægara en það sem aðskilur okkur. Það kirkja. Það sem enginn meðlimur minna mikilvægur en annar heldur sinnir sínu starfi í líkama Krists til uppbyggja, áminna og uppörva. Það kirkja. Svo miklu fallegra heldur en jafnvel þessi fallega bygging sem við hittumst í hér í dag. Og það merkilega eftir 10.000 ár, þegar við stöndum fyrir framan Guð okkar frelsara, að þá á Hallgrímskirkja eftir að verða ekkert. Þrátt fyrir að við horfum á hana í dag og hugsum, vá, hversu flott bygging þetta. En fegurð kirkju Krist verður ennþá skínandi fram fyrir frelsara okkar þar sem við erum syngjandi saman, lofandi þann sem frelsaði okkur frá synd okkar. Og fegurð kirkjunnar mun ennþá skína þrátt fyrir að Hallgrímskirkja sé búin að hrynja. En nú til dæmis, þegar ég segi þetta, þá eru margir einstaklingar sem segja, ok, ef kirkjan fólk og ég hluti af kirkjunni, þá ég kirkjan. Þannig að ég ætla bara að vera kirkjan heima hjá mér og lesa Biblíuna mína og hvað sem það og nota þetta sem afsökun til þess að tilheyra svo ekki samfélagi Krists, tilheyra ekki kirkjunni. Nú til dæmis við horfum öll á Evrópu, meistaramóti í fótbolta, ef Aron Gunnarsson sem var fyrirliðinn hefði neitað að spila á móti Englendingum og þeir spiluðu á móti Englendingum og þeir töpuðu og svo var leitað af Aroni Gunnarsson út allt og hann var á einhverju kaffihúsi í bænum og það var fullt af blaðamönnum að spyrja af hverju í ósköpunum hann fór ekki að spila leikinn og hann hefði sagt, nú íslenska landsliðið ekki stofnun, það ekki einhver kennitala það fólkið sem íslenska landsliðið. Ég íslenska landslið. Englendingar voru ekkert að spila á móti Íslandi, ég var á kaffihúsi. Nú, þá myndum við vonandi hlæja. Þetta því að það satt. Íslenska landsliðið ekkert einhver kennitala sem það skráð sem. Íslenska landsliðið fólkið sem í því. En málið að við myndum hlæja því að við áttum okkur á því að hann í íslenska landsliðinu, en íslenska landsliðið meira en bara hann. Það var hlægilegt ef hann myndi halda að út af því að hann var ekki á svæðinu þá spiluðu þeir ekki á móti íslenska landsliðinu. En því miður þá hlægjum við ekki þegar einstaklingar, eða kannski ekki gott að hlæja þegar fólk segir ég á mína persónulegu trú og ætla að vera heima um mér og ekki tilheyra samfélagi Guðs. En því miður þá tökum við þessu sem bara, já, það make sense. En kirkja Krists meira heldur en bara þú eða ég. Kirkja Krists líður Guðs, kallaði saman. Hluti af því sem höfðu valdið sundrung í kirkjunni í Korintu á þessum tíma var óandleg sýn á þeirra visku. Þannig að þeir uppháfu fólk sem var með góða mælsku og gat komið og flutt góða ræður sem hljómuðu eins og vitringar en töluðu heimsku. Og þeir sem voru góðar að tala en skildu í rauninni ekkert eftir sig. Hugsaðu það jafnvel kristnir einstaklingar sem voru að byggja með tré, og hálm. Því að heimska dulur sem speki mun vera sýnt fram á að vera heimska þegar það mæti speki Guðs. Og við sjáum í þessum 18-20 að Páll að díla við þetta. Hann að díla við það sem búin að valda óeiningunni í kirkjunni í Korintu. Og í versi 21 þá sjáum við hér að hann minnir Korintumenn á traust okkar ekki á Guði, heldur á ekki á mönnum, heldur á Guði. Skulum hafa þetta rétt. Traust okkar ekki á predikurunum, heldur hvaða boðskap predikaður. Traust okkar ekki á hæfni okkar heldur að Guð hæfur í verkið. Traust okkar ekki á gildi okkar heldur gildi fagnaðarindsins og það gildi sem að fagnaðarindi vekur í okkur þegar við upplifum það. En hvernig athugum við þá hvernig við byggjum? Þannig að við sögum, þema dagsins okkar í dag hvernig byggjum við lifandi og heilbrigða kirkju. Við byggjum hana ekki upp á persónuleikum eða skemmtanagildum eða fjárhagsaðstöðu kirkjunnar. Hvernig við byggjum við þá upp lifandi og raunverulega kirkju, það með því að samfélag okkar snýst fagnaðarindi Krist. Og þú getur hugsað, þú talar að það myndi kosta mig að gull, silfur og dýri steinar, það hljómar ekkert eins og það mjög kostnaðarsamt. Hvað meinar þú, fagnaðarindi? Málið að fagnaðarindi, það kallar okkur til þess að deyja sjálfum okkur. Að við finnum öll innra með okkur það að við viljum lifa fyrir sjálfum okkur. Að jafnvel þau okkar sem voru kristin hér áður fyrir og komið til trúar eins og ég lifði sem minn eigin Guð. Vandamál mannkynsins ekki það að við erum sköpuð í ímynd Guðs. Vandamál okkar að við viljum vera Guð.
Við viljum ekki vera sköpuð í hans ímynd, við viljum vera hann. Og það er búið að vera vandamál okkar frá sköpun okkar. Þannig að við byggjum okkur ekki upp á persónuleikum eða skemmtanagildum eða fjárhagsaðstöðu kirkjunnar. Heldur snýst samfélag okkar fagnaðarerindi Krist. Og fagnaðarerindi það kallar okkur til að afneita sjálfum okkur, deyja sjálfum okkur og fylgja Kristi sem drottni og ekki okkur sjálfum. Og við sjáum það hérna í dag, að predikun fagnaðarindsins kallar á háðung og jafnvel ofsókn heimsins sem hata það. Við höfum kannski ekkert mikið ofsókn hér á Íslandi nema það að fólk gerir kannski eitthvað smá grín á okkur sem er heila hlægilegt með hvað bræður okkar og systur eru að gangi í gegnum út allan heim. En það er kannski eitthvað. En fyrir utan það þá erum við sem kirkja, við predikum fagnaðarerindi. Því við trúum því að það er ekkert betra í þessu lífi heldur en Jesús Kristur og hans verk fyrir okkur á krossinum. Við lifum fyrir fagnaðarerindi og ef þess störfi þá deyjum við fyrir fagnaðarerindi. Okkar traust er ekki á hver það er sem predikar heldur hvað það er sem er predikað. Og í versum 21, 22 og 23 þá talar Páll að allt sé okkar. Páll hann ruglar algjörlega í hugsunum Korintumanna. Þeir sem áður í fyrri kaflanum höfðu sagt ég er Páls eða ég er Apollos eða ég er Kefas. Þá segir Páll hér þú tilheyrir þeim ekki, þeir tilheyrir þér. Páll er þinn, Apollos er þinn, Pétur er þinn. Páll eða Kefas á þig ekki, lífið eða dauðinn, það á okkur ekki. Framtíðin eða fortíðin, hún á þig ekki og heimurinn á þig ekki. Þú tilheyrir kirkjunni og kirkjan tilheyrir Kristi og Kristur tilheyrir Guði. Og í Guði þá tilheyrir Páll og Kefas okkur. Þeir eru hluta kirkjunni. Fyrir gjöf Guðs Faðirins hefur hann veitt lífinu gildi og afvopnar dauðan. Fyrir verk Guðs Sonarins var fortíð þín, afmáð og framtíð þín innsegluð og fyrir verk Guðs heilags anda hafa freistingar heimsins visna. Þannig að við erum Krist og Kristur er Guðs. Við erum syndarar sem hefur unnið okkur inn refsingu yfir synd okkar en Jesús Kristur hefur greitt okkur skuld og tekið á sig okkar refsingu. Og við blóðugan kross er von okkar á réttlæti. Það er svo magna. Það er ótrúlega skrítin hugsun. Við blóðugan kross, við hryllingin sem krossin var, er von okkar og réttlæti og við þjáningaröskur Krists er fagnaðaróp okkar. Og nú stöndum við ekki sem syndarar, heldur ef þú ert kristinn hér inni og þú ert búin að taka á móti þeirri gjöf sem Guð hefur gefið okkur í Jesú Kristi, þá stöndum við réttlæti í Kristi. Og við fáum að erfiða við að byggja upp musteri Guðs á Íslandi. Þannig að við fáum það sem að Páll er að skrifa til Korintumanna hér fyrir 2000 árum, það fáum við að gera hér á Íslandi. Og það bréf sem hann skrifar á ennþá við til okkar í dag. Við byggjum okkur upp. Það áttur að kosta. Ætlum við að byggja lifandi, heilbrigða kirkju með gulli, silfri og dýrum steinum, jafnvel ef það kostar okkur. Því að við vitum að ef við ætlum að byggja eitthvað sem er mikilsvirði, þá verður það að kosta. Eða ætlum við að segjast, ætlum að byggja upp lifandi og heilbrigða kirkju og reyna að komast upp með að láta kostnaðinn vera sem minnsta. Þannig að hvernig ætlum við að byggja? Annaðhvort þykjast erfiða á meðan við lifum fyrir sjálfum okkur, að vera kristinn þó ennþá líkamlegi hugsun, eða ætlum við að vera andlegi hugsun. Og jafnvel að það þýðir að það sé erfitt fyrir okkur, að þá vitum við að það er þess virði því að Kristur er þess virði. Þannig að það sem við ætlum að gera er að syngja saman. Við langar bara að biðja fyrir okkur og það sem við gerum alltaf á hverjum sunnudegi er að hafa brauðsbrotningu. Það sem við minnumst þess sem er miðatriði lífs okkar allra. Að Jesús Kristur hann dó fyrir okkur á krossinum og fyrir hans verk þar er von okkar og réttlæti. Þannig að það sem Biblan segir okkur þetta er að við skulum bara lesa henni Mattheusar guðspjalli 26, vers 26-29. Þá er Jesús með fyrstu brauðsbrotningunni. Þá þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir og gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, úthellt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Og ég segi ykkur,
Héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti til þess dags ég drekk hann nýjan með ykkur í ríki föður míns. Þannig að það sem við erum að gera í dag, við erum ekki bara að minnast þess að blóð hans rann fyrir okkur og líkami hans var brotinn fyrir okkur til þess að við getum verið réttlætt í honum. Þetta erum við líka að minnast þess hér að hann segir, ég mun ekki smakka af þessum vínviðar ávexti fyrr en ég sé með ykkur, minni kirkju. Við erum að fagna því að hann mun koma aftur, hann mun ná í okkur, hann er okkar og við munum vera hans, við munum sjá hann augliti til auglitis. Og þannig að á meðan við syngjum og Biblían hún varar okkur við því, ef þú ert ekki kristinn, ekki taka þátt í þessu, og ef þú vilt gerast kristinn, ef þú vilt segja, héðan í frá, þá ætla ég að segja, Jesús Kristur, þú átt mitt líf, þú ert minn drottinn, þú ert minn frelsari. Komdu þá og vertu með okkur í brauðsbrotningunni í dag. En það sem Biblían varar við þegar að ókristnir að taka þátt í brauðsbrotningunni og þegar kristnir, eða fólk sem segist vera kristið, ekki að lifa samkvæmt trú sinni. Þannig að hér í dag þá erum við að segja að þetta miðpunktur vonar okkar, það að hans líkami var brotinn fyrir mig og blóð hans rann fyrir mig. Og ef að líf okkar á mánudegi segir ekki það sama og það sem við erum að segja hér í dag, þá skal það ekki taka þátt eða iðrast núna og ákveða hjálpaði mér Guð til þess að lifa sem þetta þema í mínu lífi, að þú sért miðpunktur alls sem ég geri og er. Þannig að við skulum biðja og ef að Kenny myndi koma upp og við myndum syngja, þannig að við ætlum að syngja eitt lag. Og ef þú þarft að sitja aðeins og hugsa og iðrast og jafnvel segja við Guð, gefðu mér styrk til þess að lifa betur fyrir þig, að losa mig við hina eða þessa synd, að þá gerðu það og komdu svo upp og fáðu þér glas og brauð þegar þú ert tilbúin. Heilagur Faðir, hversu magnað það að við fáum að vera hluta þinna áætlun hér í dag. Þótt við vitum það að það er oft það sem að það er svo auðvelt að segja orðin, að við erum tilbúin að fórna, við erum tilbúin að gefa allt sem við höfum svo að þú verið dýrlegur og hátt upp hafinn. En hversu erfitt það til dæmis að fylgja því eftir á mánudegi. Hversu erfitt það að láta þú og þig láta allt snúast það sem þú hefur gert. Ég bið að þú gefur okkur styrk, heilagur Andi, að þú starfir og umbreytir hjarta okkar og hugsun. Hjálpaðu okkur að vera betri í að lofa þig með okkar daglega lífi, að líf okkar megi vera lofgjörð okkar til þín, ekki bara lögin sem við syngjum, heldur þú og þitt réttlæti, Drottinn, megi það ávallt vera frammi fyrir augum okkar, megi það ávallt vera von okkar og gleði, Drottinn. Ég bið að þú varveitir og þú styrkir okkur, hjálpa okkur að lofa þig vel, að meðal vina okkar og fjölskyldu, hjálpa okkur að þegar kostnaðurinn er erfiður, þegar það tekur á að vera lærisveinn þinn að minnast þess að þú ert þess virði. Að einn daginn þegar við stöndum frammi fyrir þér, megi verk okkar vera sýnd fram á að vera gull, silfur og dýrir steinar, frekar en tré, hey og hálmur. Drottinn, megi við vera tilbúin að borga, megi við vera tilbúin að greiða það verð sem að þú kallar á okkur. Því að við vitum að þú ert þess virði. Við þökkum við Faðir fyrir náðir og miskunn. Þökkum við Faðir fyrir að við fáum að koma saman hér í dag. Þakka þér Faðir fyrir að þú leiðir okkur áfram og ég bið fyrir þeim sem komist ekki í dag, hvort sem það sé út af sumarfríi eða út af vinnum. Ég bið Drottinn að þú styrkir þau upp í trúnni, að þú hjálpir okkur áfram að vera kirkja sem predikar þitt fagnaðarerindi, megum við vaxa, megum við dafna og megi ást okkar til þín vera augljósari og augljósari, megum við gefa af okkur, megum við vera kirkja sem blessar samfélagið sem við búum í, jafnvel ef það hatar okkur. Megum við elska eins og þú hefur elskað okkur þegar við vorum óvinir þínir. Megum við elska jafnvel óvinna okkar. Megi allt sem við erum að gera vera drifið af því sem að þú hefur gert fyrir okkur. Í Jesú heilaga nafni. Amen.